Katrín Oddsdóttir, gjörðu svo vel, þú ert næst, gjörðu svo vel. Takk. Mér finnst þetta mjög góð hugmynd og ég held að reyndar þetta með slempi fulltrúi inn á þing sem mann finnst nú hljóma gífurlega framandi fyrst þegar maður heyrir það, en svo þegar maður fer að hugsa sko hvers konar svona tegunda fólki kannski það sem býður sig alltaf fram og svona þá kannski þetta alls ekki svo galið. Gríklandi var nú stjórnandi fórna með slembúrtaki og það gekk svona, sumir segja ágætlega. En sko, ég veit ekki alveg hvort við þurfum endilega orðið þetta beint inn í ákvæðinu eða hvort við erum bara að tala um þetta í greinargerðinni. Kannski fær fólk pínur hroll þegar sér þetta, en ef þetta rúmast algjörlega innan þessa kerfi sem verið að smíða í sénefnd, þá sé ég ekki tíð til fyrirstöðu að við tölum um þennan möguleika bara í greinargerð og löggjafinn taki ákvörðun það síðan hvort hann vilji hafa þetta eða ekki, en þetta með sko held ég væri mjög sniðugt. Þetta er alveg frábært. Ég var alveg til að úthluta þriðjungi atkvæði míns í slembiúrtak. Frábært. Og kannski myndi ég fjórðungi eða eitthvað, en ég kannski ekki alveg til að binda eins og kemur kannski frá lýðræðisfélaginu Öldu til dæmis að binda ákveðin hlutfall fyrir en við erum búin að prófa okkur áfram. Svo kannski kemur eitt frábær slembifulltrúi þá í næstu kosningum með fólk til að úthluta aðeins meiri hluta atkvæðinu sínu og svona getur kannski fikra okkur í einhver átt sem ég held að sé mjög áhugaverð. Þannig að ef það er hægt að hafa þetta inni þá er ég gífurlega ánægð. Nú, ég ætla aðeins að tala áfram svona svolítið bara kommenta í framhaldinu á þessari umræðu sem við verið þessi blessu kynja- og búsetumál sko. Ég skildi hann Ómar vin minn þannig að þetta væri ekki búsetuskilir, þetta kjördæmamál allt saman, af því það hefði alltaf verið farið fram hjá þessu. En þetta er nú einhvern veginn einhverju tilgangur með þessu og það hlýtur jú að vera að auka rödd þeirra sem búa á landsbyggðinni. Annars sé ég ekki hvað í ósköpunum við erum að gera hérna. Erum við ekki að því örugglega? Og ég veit þó að einhver hafi búið annar staðar en hann bauð sig fram, þá hlýtur nú samt ástæðan fyrir því að hafa kjördæmi að vera svo, við erum að reyna að auka rödd þeirra sem búa í dreifðu byggðum. Við getum alveg ákveðið að reyna að auka rödd annara hópa. Þetta er ekkert öðruvísi, við erum bara vön þessu og Ari sagði að þetta er öðruvísi að því við höfum alltaf haft það svona, en það er ekki góð rök. Við erum ákveðið hvernig það á að vera í framtíðinni, ekki hvernig það var í fortíðinni. Þannig að ég segi bara já, þú veist, við getum alveg ákveðið að 2/5 skildu vera háðir kynja kjördæminu konur, við getum það alveg, þú veist, það er bara þannig, ég veit það. En ég er alveg til að hugsa þetta allt eins og opið og hægt er. Ég verð að viðurkenna sko á meðan að því að mér veist Pavel rekja ágætlega hvað væri hægt að gera og hann talaði til þessum franska dæmi og serbneska dæmi sem ég bæði verið áhugavert, en svo talaði hann einhvern að 3 kostir hefði verið kynntir en hvorur þeirra, enginn af þeim hefur hvorki frönsku né serbnesku regluna í sér. Þannig að ég segi, akkur fengum við bara 3 kynningar og verðum einhvern að velja ein af henni þegar það eru til aðrar aðferðir. Þá vil ég frekar hafa þetta eins og þetta var í upphaflegu tillögu nefndarinnar að það megi setja lög og veita löggjafarinu rúmari heimild til þess að nota þá þetta franska dæmi, serbneska dæmi eða hvað svo annars sem honum dettur í hug og múra okkur ekki inn í einhver einni ákveðinni leið. Við erum öll í öll reyna að stefna sama marki og ég skil alveg áhyggjur af því að það sé þannig að einhvern veginn eigi að raða fólki ofar heldur en þá skili að það sé erfitt að hugsa það, en kynjakvóti er náttúrulega það eiginlega gengur langlengst af öllum þeim úrræðum sem til eru og það er kannski ekkert okkar sem er að tala um endilega að binda það og ég skil vel það sem Pavel sagði að sem jafnastan mætti á mjög bókstaflegan hátt túlka sem það yrði að vera sem næst 50-50, en þá segi ég finnum við bara saman eitthvað orðalag og einhverja leið sem tekur á þessu sameiginlega markmið okkar að jafna karl og kynja án þess að brjóta nokkrum. Ef það er hægt að gera svona í kjördæmi krakkar, þá er hægt að gera þetta með aðra hópa, þannig er það bara. Ef við treystum okkur til að gera þetta samband við kjördæmi, þá getum við gert þetta í samband við kyn og finnum bara leiðina saman. Takk.